Þróttur í Vogum hefur leikið vel þar sem af sumri og virðast stefna hraðbyri á lengdudeild karla að ári og eins eru þeir ennþá í fótbolti.net bikarnum sem bikarkeppni neðri deildar liða. Þróttarar þurftu að gera breytingu á þjálfun liðsins skömmu fyrir byrjun tímabilsins og F-fáingurinn Auðun Helgason tóku keflinu. Auðun fór yfir knattspyrnuferil sinn til þessa. Auðun, ég ætla að byrja að spyrja þig, sko, áttu ekki met sko, þú náður að spila í hvaðna, 38 ár í sko efstaflokki, í þessar meistaraflokki? Já, það bara góð spurning, ég hef ekki talið árinu, þau eru nokkur. Já, kannski ekki 38 ára. Nei, þau eru nokkur, ég spilaði alveg til 42 eða 3. Þannig að hérna... Fættur upp alveg F að þú svona rekur ferilinn, með hvað liðum hefur þú spilað? Já, það hefur við tíma í það, það er mörg lið, en ég er F-fáingur, já, ég er Svo fer ég aftur mennsku? Já. Í hvað mörgum löndum varstu? Í 4. Þú varst í 4 löndum? Já. Í hvað mörg ár? Í 8 ár. 8 ár? Já. Og svo náttúrulega komst og þú náttúrulega spilaði með Grindavík ef mann rétt? Já. Sætla minninga? Já, þá hittustu aftur. Var það ekki toppurinn bara? Jó, það er margir toppar á þessum ferli, sko, og Grindavík er einn af þeim. Já. En hvað, og þú ert að þjálfa núna, hefur það lengi blundið að þjálfa það fyrir austan eða ekki? Jú. En hvað, varst búin að vera í pásu í dálítinn tíma eða ekki, frá þjálfun? Jú, ég þjálfaði síðast á Höfn í Hortnafirði, þjálfaði Sindra, 2015 og 16. Þar á undan þjálfaði ég Fram 2013 ásamt Ríkari Daðasyni. Þar á undan með Loga Ólasyni 2 ár á Selfossi. En frá Höfn í Hortnafirði og bara 10 ára pásu eða eitthvað? Já, þá tók við vinna. Lögmennska. Þú ert lögmaður? Já. En eitthvað segir mig með að ég nú sé þig í leikjum, þú virðist hafa mjög gaman að þessu. Hvernig leiðir þá þessi 10 ára eiginlega? Mér leiði ekki vel. En en þetta hefur alltaf blundað í mér, bara frá því að ég náttúrulega byrja bara að þjálfa ungur í FH, í knattspyrnuskóla FH. Þar var náttúrulega minn mentor aðalega Janus Guðlaugsson fyrstu árin og svo var Óli Kristjáns með knattspyrnuskólan sem nú er þjálfa Þrótt, stelpurnar, og Andri Marteinsson sem lék í mörg ár með FH og landsliðinu. Hann var það líka og þannig að þú fleiri. Gott uppeldi? Já, fullt. Ég hef bara haft svo góða þjálfara í gegnum tíðina og líka bara leikmenn og annað. En þjálfara starfi hefur alltaf heillað mig, en ég einhvern veginn, ég sogast alltaf inn í þetta sko alveg 100%. Það eiginlega kemst ekkert annað fyrir. Já, þegar þú ert komin í þetta þá það bara all in, grunar mig. Já. En þetta hefur svo sem tekist vel núna. Ég er auðvitað bara í fullri vinnu og síðan bara skipti ég gír og mæti hérna á æfingar. Þetta stutt að skjótast, þetta er ekkert ferðalag þannig að segja. Hvar býrðu? Ég bý í Hafnarfirði. Þú ert bara einhverja 5 mínútur hingað, cirka? Já. Ég get nýtt með tíman á brautinni svona aðeins til að endurhugsa æfingarnar og hvað ég ætla að gera og ræða auðvitað, ég og Hreinn ræðum mikið saman, aðstoðarþjálfari minn og svo Matti, framkvæmdastjóri, þannig að það er svona góður tími til að taka aðeins stöðuna en auðvitað myndi ég vilja eiga aðeins meiri tíma í þetta starf hérna, en þetta hefst allt með bara, eins og ég segi, með góðan aðstoðarþjálfara og góðan hóp og góða umgjörð. Guðni Sigþórsson og fyrirliðinn Ólafur Örn Eyjólfsson hafa tekið miklu ástfóstri við Voga og kunna einkar vel við sig í Þrótti. Guðsi, er ekki rétt sem ég heyrði, varst ekki kosin hvað íþróttamaður Voga? Hvenær var það? Það var núna á síðasta ári, 24. Þannig að það var bara heiður. Það ekki? Jú, heldur betur. Segðu mig, hvað þú fæddur uppalinn og hvar byrjar að sparka bolta? Sko, ég er náttúrulega bara fæddur uppalinn á Grenivík, sko. Og byrja að sparka í bolta þar, tiltölulega ungur. Bara með þá Magna, væntanlega? Með Magna Grenivík, mínum mönnum. En svo fer ég yfir í Þóri, svona á 5. flokk. Spila fyrstu meistaraflokksleikina þar. Kem svo aftur heim. Þór Akureyri. Okay. Aftur heima þessi Magna. Og svo í Vogana. Og bara beint þaðan til Vogana? Já. Ok. Og hvað var það svona sem að togaði hingað? Matti Ægis bara. Nei, þetta er algjör, þetta er svona svipa á Grenivík bara. Þetta er svona fjölskylduklúbbur og bara sem heillaði langmest. Lítið og samveldi, svona samfélag? Bara 100%. Svo Matti Ægis, sko, við erum með eitt þannig á Grenivík, sko, Gilla G. Svona svipaða týpur, sko. Hann er mjög hrifinn af því líka.
fá bara minn Gilja G hérna fyrir sunnan. Það var heldur þægilegt. Já, ok. Og meina sumarið til þessa, þetta ekki bara búið að vera framar þínum vonum eða hvað? Náttúrulega voruð nálægt að komast upp í fyrra. Já, við vissum alltaf að við varum að vera að berjast á toppinum, sko. Kringu toppinn. Þetta bara frábært, annarsæti eftir fyrirumferðina. Byrjuðum helviti vel, sko, mistum aðeins stampinn kannski. En svo kannski ætti ég að vera með fleiri mörk bara. Já, ég var einmitt beðinn að spyrja því hvort þú ætlar ekkert að fara að skora. Það var tjefið að segja það hérna. Jú, það kemur. Við vorum að slúta hérna á einhver dag. Ég held ég að setja alla inn. Þannig að fyrir að koma. Í hvaða stöðu spilar þið? Ég er búinn að vera strækir bara á allt í umbilið. Þannig að það er pínulega held. Og ekkert mark? Eitt mark í fyrsta leik. En svo sett ég líka í fótbolti.net-bikarnum, setti vinnur á móti IH. Og svo voru enda skoruð 3 mörk eftir það. En setti vinnurinn þar, þannig 2 mörk í sumar í heildina. Sem er ekki alveg nóg, en við erum í sko... Þið eru í toppbaráttu. Toppbaráttu, já, öðru sæti, ég er náttúrulega fyrst og fremst liðsmaður, sko. Já. Og svona leggju fyrir félagana jafnvel líka. Já, setti lagði eitt hérna upp á Rúni vinn minn sem er með einhver 1 milljón mörk í sumar. Þannig hérna, já, það er alltaf gott líka. Og þú ert væntanlega United maður í enska boltanum? Nei, ég er grjótharður Liverpool maður. Og hérna... Það er með líkur þessu spjalli. Og hérna, við tökum bara númer 21 núna næsta vetur fyrir hérna okkar mann, Diego Jota. Já, nákvæmlega. 100%. Góð lokaorð, takk. Kækja sömuleiðis. Óli, þú ert fyrirliði liðsins eða ekki? Jú. Og hvað ertu búinn að bera bandið lengi? Ég byrjaði, í fyrra. Og hvað ertu búinn að vera að spila lengi með Þrótti? 3 ár. 3 ár. Og hvar tekur þín fyrstu spörk? Hvar ertu fættur uppálinn? Ég er uppálinn í Háká og Kópavoginum. Háká og Kópavoginum. Og fyrst gott bara fótbolta uppeldi þar, gerir ég ráð fyrir? Já, bara frábært í Faralundi. Síðan fluttum við hérna upp í efri byggðir, í kórinn. Já. Hvað var það svona sem að dróði til Voga? Það var Benny Gest til að byrja með. En ég kom reyndar á láni 2017 til Binna, kom síðan aftur, þannig að bara, og Matti Ægis bara frábær, líði vel hérna. Já, þið greinlega talið allir vel um Matta. Já, það er kóngurinn hérna í Vogunum, sko. Já, og þú ert auðvitað væntanlega vanur mjög góðum aðstæðum í hérna Kópavoginum, en er ekki aðstæðan hérna bara mjög góð? Jú, þetta er fyrsta flokks aðstæða, sko, okkur líður alveg svaka vel hérna. Já, og þetta er góðir grasvellir, með æfingavöll og Já, við erum sundlaugina og við erum allt hérna. Bara að hugsa svaka vel okkur. Já, bara svona bara próumhverfi, eða ekki? Jú, og það er bara aftur með Matti Ægis, hann er bara búinn að gera alveg frábæra hluti hérna. Og heldur og okkur öllu líður alveg svakalega vel hérna. Og hvað með sumarið til þessa? Þú veist, áttirðu von á þessu, eða þú veist að spila undir pari eins og maður segir? Nei, ég held sko við eigum alveg eitthvað inni sko, en þetta er búið að ganga ágætlega hjá okkur í sumar og maður vissi ekki svona fyrir tímabilið alveg hvernig hinn liðin væri og svona, en þetta er búið að vera mjög flott en á samtíma eigum við eitthvað inni sem er gott fyrir seinni umferðina. Og auðvitað væntanlega fyrir ykkur að, ég meina, missið þjálfarann, fá nú greinilega góðan þjálfara í staðinn, en þetta er náttúrulega kannski ekki ideal staða að vera að skipta þjálfara stuttu fyrir mót og hafa verið mikla breytingar eða ekki á hópnum. Jú, það er bara eins og gerist held ég oft inn í Vonum, það var mikla breytingar sko, en jú, það var mjög vont að missa Gunna, en við fengum náttúrulega frábæran mann í Auðun Helga, þannig að vont að missa Gunna, en á samanskapið gott að fá svona góða mann eins og Auðun Helga. Og þetta hefur gengið bara vel og úr þessu komið, það væri ekki hálf fáránlegt að ætla ekki að fara upp? Jú, við sko, fyrir umferðin er búin að vera mjög flott og við ætlum að vera í efri hlutunum og vera eins lengi þar og auðvitað stefnum við þá upp. Og hvað er besta liðið í enska? Liverpool, það er bara þannig? Já. Hvað eru allir sem halda með Liverpool? Það er Matti Ægis, hann er bara, ef þú kemur í Vona þá heldur með Liverpool. Já. Auðun sem var varnarjaxl á sínum keppnisárum og mikill keppnismaður þekkir ekkert annað en ætla að stefna á sigur í næsta leik og þar leiðandi hlýtur markmiðið í sumar að liggja í augum uppi. Já, það er mjög góð umgjörð ekki. Matti er alveg, allir leikmenn virðast fara mjög fögrum orðum hann. Já, við þurfum megum ekki hrósa honum of mikið en hann er alveg
á við 2 og 3 og heldur bara rosalega vel þetta, þannig ég get ekki ímyndað mér að öllum leikmönnum líði vel hérna, mér líði vel og... Já, segðu mér það, hvernig svona var það, hvað varst ekki út á Spáni þegar símtalið kom og hvað, þurftir ekki að hugsa það tvisvar, þú varst bara strax til og... Jó, sko, þetta var þannig að hann Matti hringi nú í mig rétt áður en ég fer út og ég gaf þetta eiginlega held ég bara, var mjög skýr það, ég gæti aldrei tekið þetta að mér. Og hann sagði nú að hann væri með nokkur nöfn á blaði og ég sagði honum bara að hann yrði að reyna að ná samningu við þess ágætu menn sem hann var með á blaði. En síðan, að því ég var líka á leiðinni í frí, en svo hefur hann samband við mig bara alveg undir lok frísins og segir að þetta sé ekki að ganga og... Þú verðir bara að taka þetta. Já, og þannig að það kemur nú svolítið til þannig að ég bara þurfti að ræða við kona og svo minn vinnuvenda og ákvaða svona í raun bara að redda félaginu en að sjálfsögum leið bara kitlaði rosalega að koma aftur inn í þetta. Og ertu ekki búin að vera ánægður hérna Vog? Þetta Jú. Bara æðislegt samfélag og bara... Jú. Og bara eftir að koma hérna í Vogina, þetta svona svolítið krefjandi að vera og upp alla koppagrundir allan veturinn að reyna að halda æfingum úti en eftir að við komum hérna er þetta bara búið að vera frábært, góð aðstæða hérna þetta. Frábær aðstæða hér, þetta er ekki bara topp gránsvellir og... Jú, algjörlega, til fyrirmyndar og hvernig er staðið að þessu. En við erum náttúrulega bara, maður er svona komin hálfa leið. Mótið er akkurat hálfnað, Jú. Og þið eru í öðru seti. Já. Og þú þekkir væntanlega ekki neitt annað en að vinna næsta leik. Nei, það er bara... Og ætlar ekki bara upp með þetta lið? Er eitthvað annað í boði? Jó, ég meina, ég hélt því nú bara fyrir mig svona til að byrja með en leynt og ljóst sko langar manni náttúrulega bara í árangur og að gera vel og ég held að Það væri kannski hálf galið að vera í öðru sæti og vilja freka fara að slaka á klónni til þess að fara ekki. Það er væntanlega ekki í boði. Nei. Úr því að við erum búin að koma okkur í þessa stöðu þá bara verðum við að halda áfram að spýta í lófana og gera betur og það er auðvitað þannig að vilja öll lið vinna okkur. Þegar þú ert á toppnum, topp 2-3, það eru öll lið sem vilja koma bæði hingað og taka á móti okkur og vinna okkur. Það segir sig sjálf. Já, og er ekki erfiður leikur hjá okkur núna á laugardaginn? Jú. Langt ferðalag og Dalvík. Dalvík Reynir Hvernig leggst það í þig? Bara vel, en þeir eru með alveg hörkulið og eru búin að vera á þvílíkri siglingu á meðan við erum búin að vera að ströggla upp á síðkasti, þannig að við þurfum auðvitað bara að koma okkur aftur á beinubrautina en við erum að fara náttúrulega að mæta liði sem er eitt besta liði í deildinni. Bæði var því spáð fyrirfram og þeir eru að sýna það núna síðustu leikjum að þeir eru á meðal allra besta liða, þannig að við þurfum bara að gjöra svo vel og fara norður og vera tilbúnir. Og svo eftir það er þetta bikarleikur, þið eruð í litla bikarnum, hvað er að kalla? Já, fótbolti.net bikarinn. Fótbolti.net bikarinn, bikarkeppni neðri deildarliða að það ekki? Já. Þið eru ennþá þar og eins og með hitt, væntanlega ætlar það bara að hampa þeim titli eða ekki? Jú, en fyrst er bara að fara norður á Sauðárkrók og vinna þar sko. Þannig að við þurfum bara að taka þetta í réttum skrefum, það er 16-lega úrslit og þeir eru deild neðar, eru miðja 3. deild en ég meina við áttum fullt í fangi með IH síðast. Ég býst bara við sama leik fyrir norðan, þeir munu koma alveg brjálaðir og gefa okkur erfiðan leik, þannig að það er ekkert við öðru að búast, en við ætlum okkur áfram svo sannarlega. Áfram þróttur. Já, takk fyrir það.